Eltu mig er nýtt fyrirtæki sem sér samfélagsmiðla og heimasíður fyrir önnur fyrirtæki. Hrafnhildur Viðarsdóttir, eigandi fyrirtækisins, segir samfélagsmiðla mjög mikilvæga og þótt fólk í fyrirtækjarekstri viti af mikilvægi miðlana, gefist oft lítill tími til að sinna þeim. Já, þetta sem sagt, hugmyndin kom, þetta rauninni bara, það svolítið fyndið hvernig hugmyndin kom til og hún kom bara svona, menn ég var í sturtu eitt laugardag í desember. Og það var einhvern veginn, sko, ég var að hugsa þetta, þú veist, samfélagsmiðlar eru orðnir rosalega mikilvægur fyrir fyrirtæki og fyrir ferðaþjónustur og þetta orðið svo mikið, þú veist, þú ert kannski ferðaþjónustuaðili sem ætlar að fara að bjóða upp á, þú veist, gistingu eða einhvers konar ferðaþjónustu og þú kannski kannt ekkert á samfélagsmiðla. Og veist ekki hvað millumerki eða semst hashtag, eða þýðinguna á því hversu mikilvægt það fyrir að hafa svoleiðis til dæmis og líka bara að halda þessu semst lifandi, það tekur bara rosalega tíma. Og ég náttúrulega alin upp á þessum samfélagsmiðlum öllum og þekki þetta allt og þannig að ég ákvað bara að taka þetta af mér. Og þannig að fyrirtæki í rauninni, já, alls konar fyrirtæki, hvort sem það eru ferðaþjónustu eða önnur, geta keypt. Já, bæði ferðaþjónustu fyrirtæki og bara fyrirtæki sem hafa eitthvað fram að bjóða. Og líka, einn ég að taka að mér vefsíðugerð, svona einfaldara vefsíðugerð. Þá ég að nota þessi forrit sem sem til á netinu og setja þetta upp. Það líka annað sem að, þú veist, það ekkert allir sem að treysta sér í að fara að setja upp heimasíðu. Þannig að ég tek það að mig líka. Og hvaða máli skiptir það að vera með öfluga miðla á netinu, hvort sem heimasíða eða samfélagsmiðlar? Það sem það þýðir að vera með góða samfélagsmiðla og heimasíður, þetta bara nákvæmlega það hvernig lítur þú út á við og þín ímynd og þú veist, ef ég fyrir inn á heimasíðu, eða annarkvort heimasíðu eða Facebook eða eitthvað og þú veist, það 13. janúar og ég sé, já, það ekki búið að pósta þarna síðan 12. október. Ekkert í gangi þarna, þú veist. En ef ég sé bara status frá því í morgun, þá bara, já, ok, það eitthvað að gerast. Þannig að þetta skiptir rosalega miklu máli. Ég ekki viss að vanmeti, það náttúrulega veit að þetta rosalega öflugt tæki, samskiptamiðlar. Samfélagsmiðlar og þetta náttúrulega öflugt, þetta frítt á netinu allt þetta. Þetta bara svo tímafrekt. Ef þú ert með eitthvað annað í gangi, þá svo tímafrekt að sjá þetta. Já, ég hef fengið mjög góð viðbrögð. Ég náttúrulega bara, eins og ég segi, þetta bara hugmynd sem kviknaði í desember og bara í rauninni fór bara á 2 dögum frá því að vera hugmynd í að vera bara þú veist, svona full-blown, bara viðskipta hugmynd, ég kom með logo, ég kom með nafn sem eltu mig, sem skírskotun í samfélagsmiðlana, follow me. Og já, síðan bara þegar ég fór að kynna þessa hugmynd, þá voru bara viðtökurnar bara vægast sagt mjög góðar og fólk hefur áhuga á þessu og það augljóslega þörf fyrir þessa þjónustu. Og þú ert á Sauðárkróki, en það með hjálp tækninnar, þá svo sem geta. Já, það skiptir ekki máli hvort ég sé á Sauðárkróki í Jan Mayen, þannig laga, sko. Ekki það, jú, ég kem til með að, þú veist, koma á staðinn og taka myndir og svona og þú veist, ég náttúrulega kynna mér það sem ég síðan að kynna. En þú veist, þannig skiptir ekki máli hvar maður en ég ætla, þú veist, ég náttúrulega kem ekki til með að neita viðskiptunum en ég ætla svona byrja á því að einbeita mér að Norðurlandi vestra og sjá hvernig það gengur. Hér svo sem nóg af fyrirtækjum. Það nóg af, bara það mikil gróska í mannlífunni finnst mér. Og heldur að þetta geti ýtt undir uppbyggingu í ferðaþjónustu á svæðinu? Já, ég alveg viss það. Það allavega kemur pottet ekki til með að draga úr því. Og þetta náttúrulega bara tekur líka kannski bara visst farg af öxlum ferðaþjónustuaðila. Þurfi ekki alltaf að vera, glimt að setja á Facebook, hverju ég nú að missa af, eða þú veist, hvaða tækifæri ég ekki að nýta mér.